Ég held að Gjörðu það svo sé vel. komið að mér. Já. Það komið? Já. Ok, snild. Snild. Herru, Ingimundur Óskar Jónsson heiti ég. Og ég ætla að segja ykkur frá meistararitgerðinni minni sem ég gerði með henni Skúlínu. Hún aðstoðaði mig við það. Og ritgerðin minni heitir Tölvuleiki, líðan og velferð. Skugginn af tölvuleikjaspilun ungmenna. Ef ég segja aðeins frá sjálfum mér, þá er ég uppeldis- og meðferðarráðgjafi hjá unglingasmiðjunni Tröð. Er búinn að vinna þar og svo er ég líka að vinna í grunnskóla í svona þroskaþjálfara stöðu. Og ég ætla að fletta á næstu glæru. Þetta er það, viðfangsefni og markmið sem rannsóknanna minnar. Ég var að fjalla tölvuleikjaspilun ungmenna á aldrinum 13 til 16 ára og ég var að rannsaka þau áhrif tölvuleikjaspilunar sem tölvuleikjaspilun ungmennana hafði á líðan og velferð. Og ég nálgaðist þetta frá ungmennunum en líka frá foreldrunum og bara fjölskyldulífinu þeirra. Þannig að ég tók viðtöl við ungmenni og foreldra. Og ég lagði sérstaklega áherslu á tölvuleikinn Fortnite í rannsókninni minni. Þetta er fyrsta rannsóknarspurning, mér langar bara að sýna ykkur rannsóknarspurningarna mínar. Hvaða skoðun og reynsla hafa ungmenni á aldrinum 13 til 16 ára og foreldrar þeirra af tölvuleikjum og tölvuleiknum Fortnite? Hvaða áhrif hefur tölvuleikjaspilun almennt og tölvuleikjaspilun tölvuleiksins Fortnite að mati viðmælanda annars vegar á líðan og velferð ungmenna og hins vegar foreldra þeirra? Fræðileg nálgun. Tölvuleikjaspilun. Þetta hefur lítið verið rannsakað hérlendis, en erlendar rannsóknir þær eru margar og fjölbreytilegar og almennt séð þegar maður er að grúska í þessu þá finnur maður annarkvort rannsóknir sem fókusa á það jákvæða eða á það neikvæða og það er ekki oft sem er verið að fjalla báða hluti og vera að vega og meta einhvern veginn. Og staðan er þannig að það vantar fleiri langtíma rannsóknir. Hérna ætla ég að fjalla eiginlega aðferðafræði hjá rannsókninni minni. Þetta voru 12 opin og óstöðluð einstaklingsviðtöl við 5 fjölskyldur og ég var að tala við foreldra og ungmenni. Þetta var markvisst úrtak og ég nýtti mér þemagreiningu þegar ég var að greina gögnin og ég nálgaðist viðmælendur mína í gegnum samfélagsmiðla og auglisti eftir og það var haft samband við mig og svo var líka mögulega bent á einhverja aðra sem ég gæti haft samband við. Þetta voru 5 unglingsdrengir sem tóku þátt í þessari rannsókn og 1 unglingsstelpa. Ég reyndi að finna, ég vildi hafa kynjahlutverkið jafnt en það var mjög erfitt að finna fleiri stelpur. En það kom samt 1 unglingsstelpa og foreldrarnir voru 3 karlmenn og 3 konur sem tóku þátt í þessu. Ég ætla að segja að í eitt skipti þá talaði ég við tvíbura. Þeir voru, bara hressir. Úrvinnsla gagna, samskipti ungmenna á internetinu, þetta er svona fyrsti punkturinn sem ég fann. Þegar maður er að þemagreina þá er maður að flokka þetta niður. Það er fyrsti flokkurinn, næsti er tölvuleikjaspilun sem tegund af aðþrengingu. Svo kom áhugamál, ávinnabindandi fíkn, lærdómur, hegðun og skap, félagar og vinir, Fortnite og að lokum framtíð tölvuleikjaspilunar. Ég náði að flokka allt í þessa parta mitt. Niðurstöður rannsóknarinnar. Ég komst að því að tölvuleikir eru mjög skemmtileg aðþrenging. Þeir bjóða upp á geðstund með vinum og þeir geta líka verið vettvangur til lærdóms. Viðmælendur mínir voru mjög jákvæð gagnvart tölvuleikjum en höfðu samt alveg skoðanir á því af hverju að einhverju hluta getur verið neikvætt. En tölum aðeins meira þetta jákvæða. Til dæmis er þetta efla kunnáttu sína í gegnum tölvuleiki í tungumálum, stærðfræði og íslensku og fullt af öðrum þáttum. Það eru til dæmis
einn viðmælandi eða tveir viðmælendur tölvuleikinn FIFA, það fótboltaleikur og þeir gáfu þetta skemmtilega dæmi að það eru margar upplýsingar og staðreyndir í tölvuleiknum FIFA sem þeir læra og einhvern veginn læra fótboltann frá tölvuleiknum og útfæra annars staðar og myndast þá kannski meiri áhugi hjá þeim á fótbolta. Þeir byrja kannski að æfa, þeir eru að æfa fótbolta, fylgja liðinu sínu, finnst gaman að spila, skilurðu einhverja svona leikmenn sem eru í uppáldi. Tölvuleikir geta líka verið að efla rökhugsun, samvinnu og strategíu og viðskipti og hagkerfi, til dæmis í tölvuleiknum EVE Online, það var einn foreldri sem sagði frá þeim tölvuleik, en sá tölvuleikur mjög stór og hann oft verið notaður til þess að bera saman við hagkerfi í raunveruleikunum og hann hefur verið að dást að þessu og segja mér sögur, hvernig einn gæi sem var bara svona bankastjóri eða eitthvað, vann í banka og hann hefði áhuga á tölvuleikjum og byrjaði að spila tölvuleikinn EVE og byrjaði einhvern veginn svona að nýta sér bankareynnsluna sína sem hann hefur í raunveruleikunum og í vinnunni sinni og bjóð til bara svona viðskipta, bara sögulegt, bara rosa dæmi þar sem hann var, að kaupa og selja skip, það svona gameskip í tölvuleiknum EVE og hann að geyma, þetta mjög flókið, en hann allavega var að græða á því, að hjálpa öðrum með því að geyma peningana þeirra eða geyma eignir og þetta hafði mjög stór áhrif á tölvuleikinn og það voru margir sem voru gáttar að þessu og byrja að rannsaka það. En já, punkturinn minn hérna bara, það skiptir máli hvaða leik verið að spila, því að sumir tölvuleiki eru ekki endilega að fara að kenna þér eitthvað stærðfræði, heldur meira kannski eitthvað allt annað. Svo var líka stór partur af þessu, það félagsskapurinn. Viðmælendur töluðu að félagsskapurinn mjög sterkur og svona dreifandi kraftur af hverju þau eru að spila tölvuleiki og þá forritið Discord sem allir viðmælendur mínir nýta sér þegar samhliða því að spila tölvuleiki og kannski allir að velta fyrir sér hvað Discord. Það svona app, samskiptaforrit, þetta svona virkar eins og Skype eða bara næstum eins og Zoom sem við erum líka á núna, nema þetta svona meira einhvern veginn, þetta var hugsað fyrir svona tölvuleikjaspilendur og viðmælendur lýstu sig sem staður til þess að hanga á og jafnvel kynnast fleiri vinum og þetta var mjög svona, já, mjög einhvern veginn góður staður. Hérna skjáskot af Discord. Þetta bara eitthvað Discord sem ég var með, opið, tók skjáskot af þessu. Við sjáum mismunandi rásir, hægra megin hverjir eru online, vinstra megin eru mismunandi rásir, eins og áfram GAC og Fortnite og PUBG og eitthvað og viðmælendur segja mér frá því að það eru margar svona grúpur sem þau eru á og þau kannski sjá að Hrafnkell eða what það hann komin inn í Fortnite rásina. Já, ok, mér langar að spila Fortnite, ég ætla að kíkja til hans og ég byrja að heilsa honum, hey, hvað heitir þú í hvað skóla, bla bla bla, ég var að spila Fortnite. Eitthvað svoleiðis, þetta líka bara, það hægt að þetta lokað bara fyrir ákveðna vinahópi, það líka hægt að teygja þetta og bjóða mörgum inn og þetta var alveg mjög sterkt einhvern veginn. Þetta lína sem einn viðmælandi sagði, það einn strákur í skólanum hans sem algjör celeb, honum gengur mjög vel í Fortnite og góður að spila Fortnite og viðmælandi minn segir að það vilja allir spila með honum Fortnite, hann keppir á mótum í Fortnite á netinu og ógeðslega góður spilari og hann einhvern veginn fékk svona street cred, eða bara svona á göngunum voru bara allir einhvern veginn, wow, þessi gæi var að vinna 20 skall helgina bara því að hann vann eitthvað mót og það sækjast allir í hann og hann verður svona vinsæll. Mér finnst þetta online dæmi flókið, þetta segir einn foreldri, því það leiðilegt að segja nei þegar það eru svo margir vinir sem að spila online og að spjalla saman á Discord og allt þetta. Foreldri segir að þetta orðið félagslegt allt í einu sem var ekki áður fyrr. Áður var þetta svona andfélagslegt og núna það frekar að þú ert í samskiptum og vinirnir eru þar. Það erfitt að segja nei þegar allir vinirnir eru á þessum stað sem getur verið flókið fyrir foreldra ef þetta orðið að einhver svona óhóflega tölvuleikjaspilun og einhver svona vandamál.
allavega. Hérna skjáskot af tölvuleiknum Grand Theft Auto. Kannski að við heyrt þennan leik. En þessi leikur mjög vinsæll. Hann hefur verið seldur mjög mikið og það mörg ungmenni sem spila þennan leik. En kannski veit ekki allir að þessi leikur bannaður innan 18 ára og það ofbeldisfullur leikur sem við erum að tala um hérna. Þannig að þá spurning, hvað verið að læra? Hvaða tölvuleiki verið að spila? Eins og þessi Grand Theft Auto tölvuleikur, hann verðlaunar spilara fyrir ýmsa óæskilega hegðun. Það verðlaunað fyrir það að stela bíl og fara að keyra og kannski keyra yfir einhvern og lemja einhvern og þá færi stig og það missionið og það kannski að móta einhverja óraunhæfar væntingar til spilanda. Þannig að það mikilvægt, finnst mér og finnst þeim sem að búa til tölvuleiki að virða aldurstakmörk og tölvuleikjadiskarnir, þeir eru alveg með, skilur þessi leikur hentar fyrir 16 plus eða whatever og það þetta og þetta og þetta í þessum leik sem þið gætu orðið var við, eins og til dæmis eiturlyf eða ofbeldi eða það verið að blóta í þessum leik, það alveg mjög skýrt, þú veist hvað að gerast. Þannig að það gott að vera meðvitaður það og þau foreldrar sem ég tók þátt, eða sem voru að taka þátt í þessari rannsókn, þau virtust öll vera meðvituð þetta og voru svona að velja kannski hvaða leiki þegar sín ungmenni ætti að vera að spila. Annar þáttur eða svona það neikvæða gæti verið þetta með ofbeldið og svo kannski að tölvuleikir eru að fara að hafa áhrif á það hvernig þér líður og kannski skapsveiflur. Það kom frekar mikið fram hjá ungmennunum og foreldrum. Sumir verða pirraðir, segir eitt ungmennið þegar þeir spila tölvuleiki. Sumum finnst þetta bara gaman og skemmtilegt og verða ánægðir og hlæja með vinum sínum. En ef þú ert lengi í tölvun á dag þá líklega að þú verður kannski pirraður eða fúll og ungmenni tala að þau eru frekar meðvituð þetta og vilja kannski standa upp, taka sér pásu og foreldrar þurfa stundum, þau sögðu að þau þurfa líka aðstoða að því að ungmennin og börnin þau eru kannski gleymin og gleyma sér í hasarnum eða eitthvað. Og svo þessi neikvæði punktur sem óhófleg notkun. Þegar þú spilar tölvuleiki mikið og það komið ójafnvægi í spilun og athöfnum daglegs lífs, þá byrjað að tikka í þessi box að það getur verið að hafa einhver neikvæð áhrif á heilsu og líðan, sem getur í framhaldi haft áhrif á námsárangur og bara hvernig þið gengur í skólanum og náminu og það getur verið kannski einhver einangrun eða stress, kvíði, skortur á hreyfingu, skortur á næringu eða svefn sem bara fylgir í kjölfarið að því þú ert bara allt of metnaðarfullur í einhverjum leik og bara ert ekki að sinna þínum daglegu þörfum. Það getur verið mjög leiðilegt scenario. En þetta einstaklingsbundið. Þetta getur, tölvuleikir og tölvuleikjaspilin getur haft bæði jákvæð og neikvæð áhrif. Það bara fyrir eftir bara allir þessi punktar sem ég var að segja fyrir ofan, fyrir eftir hvað að gerast og það fyrir líka eftir hvort að eitthvað sé að fara að hafa áhrif á tölvuleikina eða hvort að tölvuleikinni sé að hafa áhrif á eitthvað annað. Næsta glæra mér finnst það frekar nice quote, hvort koma undan hænan eða eggið. Eitt foreldri sem segir, það allur gangur á þessu, það fer líka eftir ungmennunum sjálfum og aðstæðum þeirra heima fyrir og annað. Margt sem spilar inn í og erfitt að segja eitthvað eitt. Ég geti verið að spila tölvuleiki og mér þykir það mjög gaman. Kannski líður mér illa í skólanum af því ég að verða fyrir einelti og þess vegna fer ég miklu frekar heim til mín að spila tölvuleiki af því ég að reyna að forðast það einelti sem ég að verða fyrir. Þannig að þetta gæti verið eitthvað svona til þess að flýja frá, tól fyrir mig til þess að flýja frá einhverju neikvæði. Þannig að já, spurning, hvort kom undan hænan eða ekki, nákvæmlega. Annars held ég að þessi bara komið að mér. Takk fyrir mig. Ég veit ekki alveg hvernig ég á tíma. Ég gæti tala meira. Ég með